Skilanefndir og slitastjórnir föllnu bankanna eru sjálfráðar eigin laun og skammta mönnum 3 til 5 milljónir á mánuði án opinbers eftirlits. Viðskiptaráðherra segir þetta ríflegt en vill engar reglur. Hvorki Alþingi, ríkisstjórnin og opinberar eftirlitsstofnanir hafa nokkuð að segja launagreiðslu skilanefnda og skiptastjórna föllnu bankanna. Menn skammta sér sjálfir 3 til 5 milljóna króna mánaðarlaun. Ríflegt segir viðskiptaráðherra en vill ekki sérstakar reglur. Gömlu bankarnir stóðu styrkum fótum fyrir hrun, héldu menn þá, en féllu síðan eins og allir vita. Ríkið, nánar tilgreind fjármálaeftirlitið, skipaði þeim skilanefndir sem fara með stjórn þeirra og sjá að gera þau upp í félagi við slitastjórnir sem héraðsdómur hefur skipað í samræmi við lög og reglur. Þarna sitja lögmenn og endurskoðendur og fá greitt fyrir útselda vinnu, oft 25.000 krónur fyrir hverja klukkustund. Þetta gerir 3 til 5 milljónir króna á mánuði fyrir hvern og einn, segir á forsíðu Fréttablaðsins í dag. Af þessu geta menn auðvitað þurft að greiða launatengd gjöld en það breytir ekki þeirri staðreynd að 5 milljónir eru dágóður skildingur. Hér eru 2,5 í 1000 göllum og 2,5 í 5.000 göllum. Meðal laun í landinu eru hins vegar 300.000 krónur. Ríkið greiðir ekki þessi laun heldur kröfuhafarnir. Sjálfur launareikningarnir að þeir eru auðvitað fyrst og fremst á ábyrgð viðkomandi slitastjórna eða skilanefnda. Kröfuhafar geta leita til dómstóla vilji þeirra einstakir menn víki úr slitastjórnum en ekki úr skilanefndunum. Launagreiðslurnar hafa aldrei komist á dagskrá ríkisstjórnarinnar en það hefur hún ekki frekar en Alþingi né nokkrar opinberar eftirlitsstofnanir nokkuð þær að segja og vill það kannski ekki. Ég er ekki viss við viljum fara út á þá brautir að ríkisvaldið fyrirskipi hámarkslaun hjá einkageiranum. Jafnvel þótt að mörgum og þar á meðal mér sjálfum finnst nú launin ansi rífleg í mörgum tilfellum. Viðskiptaráðherra sér ekki ástæðu til að setja þak á launagreiðslur starfsmanna skilanefnda bankana þótt honum finnist laun þeirra upp á margar milljónir á mánuði mjög há í öllum íslenskum samanburði. Helga Arnardóttir. Fréttablaðið greindi frá því í dag að mánaðarlaun skilanefndarmanna og slitastjórna í Glitni, Kaupþingi og Gamla Landsbankanum námu allt frá 3 til 5 milljónum króna á mann í fyrra. Skilanefndirnar fái greitt sem verktakar fyrir sérfræðistörf. En hvað segir viðskiptaráðherra? Mér finnst þessi laun mjög há í öllum íslenskum samanburði og ég held að menn verði nú að kunna sér hóf bæði í því sem þeir setja upp og svo ekki síður í því sem að þeir sem greiða reikningin eru reiðubúnir að samþykkja. Eiga menn að geta ákveðið laun sín sjálfur úr gjaldþrota bönkum? Nei, þeir eiga ekki geta það og þeir geta það eru nú ekki. En þeir gera það? Já, þeir geta auðvitað sett upp reikning en þeir geta ekki krafist þess að þeir sem eiga greiða reikningin greiða hann nema að dómstól sé til í að standa við það. En af hverju hefur ekki heyrst frá kröfuhöfum á dómstólum í þessum efnum? Já, það voru eiginlega að spyrja kröfuhafana því. Í Ríkisútvarpinu í dag kom fram að ekkert opinbert eftirlit virtist vera með launagreiðslum eða öðrum kostnaði. Eftirlitið væri eingöngu á hendi kröfuhafa. Viðskiptaráðherra segir að dómstólarnir eigi að skera úr hvort launagreiðslur þyki óeðlilegar, berist erindi það frá kröfuhöfum. Mundir þú vilja grípa til einhverja ráða sem ráðherra bankamála? Já, ég ætla allavega ekki að beita mig fyrir því að það veri sett einhver lög hámarkstaxta einstakra starfsstétta. Af hverju ekki? Það er bara einfaldlega ekki þær venjur sem við erum með í okkar kerfi. Geta menn þá ekki bara misnota kerfi, Gylfi? Já, ekki nema því marki sem dómstólar eru til í að leyfa þeim þá. Efnahags- og viðskiptaráðherra segir mörg dæmi að þeir sem valist hafa í skilanefndir og slitastjórnir föllnu bankana eigi viðskipti við sjálfa sig eða fyrirtæki sem tengjast þeim. Efnahags- og viðskiptaráðherra segir mörg dæmi að þeir sem sitja í skilanefndum og slitastjórnum föllnu bankana eigi viðskiptum við sjálfa sig og fyrirtæki sem tengjast þeim. Slitastjórn Spron segir eðlilegt að formaðurinn feli eigin fyrirtæki tilfallandi verkefni. Stöð 2 sagði frá því á dögunum að 2 úr slitastjórn Spron hafi stofnað saman fyrirtæki Nýsúlu. Það vinni síðan ýmis störf fyrir slitastjórnina og sendir svo reikning. Sama fólk gefi þannig út reikninga fyrir Nýsúlu, sendi á slitastjórnina, skiptum allt, skrifi upp á þá og borgi sem meðlimi slitastjórnar. Í dag sendi síðan slitastjórnin frá sér yfirlýsingu. Þar er þetta ekki borið tilbaka fullu heldur bent á að eðlilegt sé að hluti þeirra verkefna sem unnin eru fyrir slitastjórnina séu unnin af starfsfólki og lögmannsstofu í eigu meðlima í slitastjórn, starfsfólk sem þegar er á þeirra ábyrgð í gegnum vinnuréttarsamband eins og þar segir.
Jafnframt bent á að Nýsúla hafi ekki gefið út neina reikninga á slitastjórnina. Hins vegar skýrt samkvæmt yfirlýsingunni að Nýsúla hefur unnið fyrir slitastjórnina en það ekki gefnar neina skýringar á því hvernig greitt fyrir þá vinnu. Svona fyrirkomulag hins vegar ekkert einsdæmi. Þetta virðist vera verklagið í mörgum tilfellum, þetta ekki bara hjá Spron, það eru dæmi það að aðrir sem eru að sýsla með þrotabú að þeir feli sínum lögfræðistofum eða öðrum tengdum aðilum ákveðin verkefni og þá verða menn að gera það mjög varlega því að það verður að vera hafið yfir allan vafa að þær ákvarðanir séu málefnalegar og að ekki sé verið að skara elda í köku.